Já, þetta var Bragi Vinsinn Ara Jósefsson. Nú ætlum við að fara að fjalla verk eftir Þorleif Friðriksson, sagnfræðing. Það var að koma út annað bindið eftir hann í sögu Dagsbrúnar og hann að nálgast sögu þessa verkalýðsfélags í gegnum alþýðu manna, í gegnum fólkið sem að bjó hér í Reykjavík og margt við kröpp kjör í lélugu húsnæði. Þorleifur Friðriksson, sælvertu, við erum komnir hérna í garðinn í gömlu verkamannabústunum við Hringbraut. Við erum að fara að fjalla bækurnar þínar sem fjalla sögu Dagsbrúnar. Seinna bindið núna komið út, Dagar vinnu og vona. Þetta mjög merkilegu staður og maður spyr hvernig tengist þetta bókunum og Dagsbrún? Já, hann tengist nú heldur betur sögu félagsins og sögu kvundagsfólks í Reykjavík, sögu alþýðufólks. Þessi hús voru byggð af byggingafélagi verkamanna eftir að hér hafði verið hrikalegt ástand í húsnæðismálum. 1916 sá fólki úti á þessum svokölluðu fardögum að hausti. Það var í október 1916. Ástandið var þá skelfilegt. Þá var gripið til þess ráðs að byggja bráðabirgðahús sem voru pólarnir, suðupóll. Og það hús lifði nú sjálft sig, var rifið til 64. Fátækra hverfi. Algjör 20 fermetra á 2 hæðum. Það sem byggu stóra fjölskyldur og það gerð rannsókn á húsnæðismálum 1928. Já. Og þá kom í ljós að langstærstu hluti íbúða voru náttúrulega leiguíbúðir, það 60% ríflega, og fólk bjó í kjallarahólum og háaloftum. Það var kuldi og það var raki og það var vantaði eldhús í 30% þessara íbúða. Já. Þar var helmingur án aðgangs að eldhúsi. Það voru víða engin salerni, kamarar út í garði kannski, og þetta var til þess að opna augu fólks fyrir ástandinu, og 1929 þetta félag stofnað, Byggingafélag Reykjavíkur, og lög sem voru samþykkt þá sem voru borin upp að Héðni Valdimarssyni, og hann svona faðir þessara laga og síðan hann formaður þessa byggingafélags. Já. Og svona sprautan, hann svona primus motor í öllum þessu framkvæmdum. En þessi hús þóttu ótrúlega vel heppnuð og hvað var svona gott við þau? Já, það var náttúrulega allt gott. Þetta eru hús sem áttu að vera björt og rúmgóð, og þau áttu að fullnægja öllum svona venjulegum þægjendum síns tíma. Og þau eru byggð hérna, þessi hringur hérna, 31, 32. Já. Og síðan, þetta áfangi 1 og síðan áfangi 2 hérna á milli Brávallagötu og Hofsvallagötu. Já, fólk fékk hérna nútíma þægindi. Svo voru hérna búðir og bókasafn og það hefur verið kynnt upp eins og sjáum hérna strompur. Þetta hefur verið kynnt upp með kolum hérna fyrst. Þannig að þetta hefur verið svona eins og heilt samfélag, og svo þessi frábæri garður hérna í miðjunni. Þetta var nánast sjálfbært. Hér var á horninu á Hringbraut og Bræðraborgarstígs var skósmiður. Horninu á Ásvallagötu og Bræðraborgarstígs var alþýðubrauðgerðin, síðan Pöntunarfélag Reykjavíkur, verkamannasegi, og síðan Krón. Síðan hérna fiskbúð og kjötbúð og mjólkurbúð. Og hér var bókasafn, hér var félagsaðstaða, þar sem Héðinn hélt sunnudagaskóla fyrir börnin, allavega sinn, og kenndi þeim að syngja nallan. Og Guðrún, konan sem hún spilaði undir á píanó. Það mynd hérna af Héðni þar sem hann að halda ræðu hér á Svölunum, á baráttudegi verkamanna. Þessa frumvarps í stuttu máli að skipuð sé 7 manna nefnd, einn af atvinnumálaráðherra, annar á sölusambandinu. Já, og hér voru fundir á hátíðlegum stundum á 1. maí. Nú hér var gert ráð fyrir að fólk gæti haft lítinn garðskika, og hér var mikið af börnum, þetta stóra fjölskyldur, íbúðirnar voru 50 fermetrar og eru. Já. Og þóttu alveg til fyrirmynda fyrir hentugt húsnæði, björt, hlý og öllu leyti
þægileg fyrir fólk. Það voru þarna smá deilur fyrst það hvort að það væri ekki ómikið lúxus að hafa til dæmis bað. Já, nákvæmlega. Það verður bað og það verður stærra eldhús væntanlega. Allavega verða allir mjög kátir og núna þykja þessar íbúðir bara dæmi góðar íbúðir fyrir svona af þessari stærð. Sko flesti kallarnir sem hafa búið hérna hafa líklega unnið niður á Höfn og maður getur svona svolítið séð það fyrir sér koma hérna heim í matinn í hádeginu. Maður getur séð það fyrir sér einmitt að þeir koma hérna, margir fóru á hjólum. Hjól var algengur samgöngumáti að hjóla og þeir koma hérna náttúrulega sennilega svona 10 mínútur yfir 12, mattímið frá 12 og til 1 klukktími mat og það þýddi það að þeir gátu náð heim í hádeginu, þeir gátu tekið fréttirnar kl. 12:20 og þeir gátu hugsanlega, þeir fleygðu sér náttúrulega meðan þeir tóku fréttirnar og þeir gátu fengið sér síðan kaffisopa af skál, södra kaffi og hlaupið svo á stað kannski með kaffi í flösku, í ullasokk. En þetta náttúrulega svona í temmilegri fjarlægð til þess að ná þessu á klukkutíma. Maður getur næstum heyrt í útvarpstækjunum hérna, hvernig þau hafa glömið hérna í portinu klukkan 12:20 á alla daga. Nú verða sagðar fréttir. Fréttirnar segir Jón Múli Árnason. Nixon Bandaríkjaforseti og Zhou Enlai, forsætisráðherra Kína, ræddust aftur við í morgun. Þetta alveg, já, og ég hef nú einmitt verið að benda á þetta með fréttirnar. Þetta alveg stór merkilegt, sko. Útvarpið stofnað, ríkisútvarpið stofnað í desember 1930. Alþýðu fólk hafði mjög ákveðnar meiningar strax á því hvers konar miðill þetta ætti að vera. Mér finnst þetta dæmi að útvarpsfréttir skulu vera kl. 12:20 á Íslandi meðan í öllum öðrum löndum í Evrópu, svo ég viti, eru fréttir alltaf á heilum eða hálfum tíma. Reyndar í Færeyjum eru fréttir kl. 12:20 líka, en það var tekið upp eftir Íslendingum 1956. Og þetta miðað við þarfir alþýðufólks? Mér finnst það hljóti að vera. Nú hef ég ekki fundið þá lýsingu að þetta væri beinlínis þess vegna, en mér finnst það bara mjög líklegt og þetta finnst mér dæmi þá svona þessa yndislegu samvinnu stjórnenda og alþýðufólks og þetta viðhorf að útvarpið miðill okkar allra. Ég held að margir sem keyri hérna hringbrautina, þau eru nú ófáir, við heyrum hérna umferðarniðinn, þeir velti fyrir sig hver hann sé þessi maður sem hérna á styttunni. Hann löngu látinn og kannski ekki svo margir sem þekkja lengur. Þetta Héðinn Valdimarsson sem var svona frumkvöðullinn að byggingu verkamannabústaðanna og hann var formaður Dagsbrúnar þrátt fyrir að vera kapitalisti. Hann var óumdeildur leiðtogi verkafólks og hann var formaður Byggingafélags verkamanna, síðan Byggingafélags alþýðu. Hann var sá sem tók frumkvæðið, var primus motor í öllum þessum framkvæmdum. Hann bjó reyndar aldrei hérna. Nei. En það voru, hér bjó Guðmundur J. Guðmundsson. Guðmundur Jaki, hann ólst hérna upp. Okay. Og Sigurður Guðnason sem var reyndar sá sem felldi Héðinn úr formannssæti. Gamall vinur hans og félagi, sá sem hafði aðstofan við að rétta út brotna stólfætur úr Búttó í slagnum 32. En óumdeildur, en hann syns ég bjó hérna líka og komst hérna með stóran barnahóp og konu og börn úr einhverjum kjallara við Hverfisgötuna. Og var svo formaður Dagsbrúnar? Og verði svo formaður Dagsbrúnar. En svo tengjast náttúrulega þessi ægilegu átök, krata og komma og svona sem að lék náttúrulega alltaf reiðiskjálfi hérna langt árabil. Já, það má segja sko að þessum kafla í sögu verkamannabústaðanna lýkur 1939 í átökum krata og komma og sem eru partur af alþjóðlegum átökum komma og krata, samfylkingabaróttunni sem endaði með klofningi
og þessi átök þau sem sé smituðu af sér hingað og verða til þess að verkamanna þessi tilraun hérna hún stoppar sinn síðan og hér þá þessi breytt í það að vera byggingafélag í bara húsfélag. Já. Og hér verður sem sé verða íbúðirnar eign þessa félags en síðan haldið áfram að byggja verkamannabústaði af nýju félagi sem stofnað þá af Krötum. Já. Og það byggir í Rauðarholtinu og í Hlíðunum. En þetta sem sagt Héðinn? Þetta reyndar ekki Héðinn, þetta stytta hérna í kopar. Já, þá erum við komin hérna niður á Höfn og hérna náttúrulega margt breytt frá þessum tíma sem þú ert að lýsa í bókinni. Við núna höfum við Hörpuna þar sem að Kolagræninn var og Seðlabankann þar sem að sænska frystihúsið var. En hérna hefur staðið þessi skýlið þar sem að menn komið til að snappa sér vinnu í raun og veru. Ja, það var svona eiginlega byggt 26 fyrir karla sem voru að leita eftir vinnu. Það voru ekki fastráðnir menn yfirleitt við vinnu hér. Nei. Þetta var daglaunastörf, menn komu hingað að morgni, vinnan var frá 6 til 6 gjarnan og menn komu hérna í þeirri von að fá vinnu. Hérna á Austurbakkanum var sko eftir að höfnin gerð, hún byggð frá 1913 til 17 og þá breytast öll störf hérna fyrir að fyrsta konum ítt út. Menn eru sem sé komin hingað snemma og það var alveg undirhægilegt hvort þeir fengi vinnu eða ekki og þeir fá þá skjól þarna í skýli sem var byggt 26, gagget fyrir þá að geta þá leitað inn ef að montar veður og það var allir pissuskálar. Og svona þetta nauðsynlegasta svo gátu menn fengið þarna kaffi og kleinu og setið þarna í rólegheitum meðan þeir voru að bíða eftir starfi. En það, sko, á þessum tíma það er svona svolítið happ og glappa hvort að menn fá að vinna þann og þann daginn, en svo breytist það náttúrulega á tíma dagsbrúnar og þegar fólkinu fjölgar að vinnan verður svona, hvað maður segir, strúktúreraðri. Hér þetta hverfist öll vinna í bænum, að þá sjáum við svona sérstaklega þegar nálgast sko, fjórða áratuginn að það eru komin ýmis önnur störf eins og byggingavinna og störf svona sem voru ófæglar en ekki tengd endilega sjónum. Nú, sænska frystihúsið byggt 1928, var þá stærsta hús á Íslandi. Já. Og það sem sé verður mikil starfsskipting í Reykjavík og það líka einmitt þá sem Dagsbrún getur farið að gera kröfu þegar það orðið það stórt eins og 1930, þá það orðið svo stórt og öflugt að það getur krafist forgangsréttar að vinnu. Að vinnu í borgarsamfélaginu? Já, og það þeirra stóra baráttumál og það náður í gegnum á segja 1930 upp úr því. Já. Og þeir sem í verkamannavinu á Ísland í Reykjavík eru í Dagsbrún? Þeir eru í Dagsbrún og þeir geta nánast sko þvingað á inn í Dagsbrún með því að ef þeir neituðu þá var einfaldlega enginn sem vildi vinna með þeim. En þetta var með betra ástand en þegar kallarnir þurftu að híma hérna upp á von og óvon? Þeir þurftu að híma hérna líka upp á von og óvon öll kreppuárin. Skýlið stóð hérna fram á 7. áratuginn. Svo að það fór ekkert. En daglaunastarfið það breyttist úr í fastráningu svona á 5. 7. áratugnum. Þá fóru menn að vera fastránir. 42 gerðu samningu til Stubbinn að menn fengu það borga fyrir minnst 4 tíma á dag ef þeir fengu eitthvað snabb. Þannig að menn voru stöðugt að auka réttindi og öryggi sitt. En það tók allt saman tíma. En verkalýðsbaráttan er mikilvæg þarna þessum árum? Sko, barátta þessa fólks náttúrulega fyrst og fremst barátta sko lífið, að geta lifað og sé fyrir fjölskyldu sinni og lifa svona venjulegu fundarslífi án þess að þurfa að óttast næsta dag. Það í því fór nú það var nú þessi barátta. Ég reyna að segja í þessum bókum sko sögu af bara venjulegu lífi, sko, ekki endilega að
félag hafi verið stofnað til þess að ganga út á götur með rauða fána og gera byltingu eða standa í verkföllum, sko. Heldur þetta tilraun til þess að draga upp mynd af þessu venjulega lífi þessa fólks sem átti allt sitt undir svona samtökum eins og Dagsbrún var. Og svo náttúrulega mjög merkilegt í bókinni að það eru þessar ljósmyndir sem eru teknar af verkamanni og einhvern veginn lýsa daglegu lífi verkafólks á árunum sem þú ert að skrifa um. Þessar ljósmyndir eru í þessu seinna bindi var ég svo heppinn og naut aðstoðar þessa frábæra fólks á ljósmyndasafni Reykjavíkur að þar safn ljósmynda sem verkamaður með ljósmyndadellu, Karl Christian Nielsen hét hann. Hann dó 1951 og hann hafði látið sig dreyma um að verða ljósmyndari og það tókst honum aldrei. En hann eignaðist kameru og ég var svo heppinn að geta komist í þessar myndir og þær eru svona, má segja, uppistaðan í myndum þessa annars bindis. Frábæra myndir. Þetta myndir sem færa mann nær daglega lífinu, eins og þú ert að reyna að gera í bókinni. Nákvæmlega. Og þær eru frábæra og ég reyndar ofsalega stoltur af þeim. Því að þær eru hans eigin dokumentasjón á sínu eigin samfélagi. Samfélagi verkafólks, heima hjá honum, út á götunni, í vinnunni. Hann allstað með kameruna og gjarnan fær að mynda sjálfum sig líka. Því hann hafði gaman að sitja fyrir. Hér hefur skýlistaðið en menn hafa tekið upp að reisa hérna þessa styttu og þetta er af svona sjómönnum í gamaldags sjóstökkum sem horfa hér út á sundin. Út á sundin? Já, mér hefur fundist þessi stytta, hún er ágætt. Hún er gefin af Sjómannafélagi Reykjavíkur og Hafnarfjarðar held ég, í tilefni 80 ára afmælis Hafnarinnar. Höfnin, hún breytir ekki eins miklu fyrir sjómenn eins og verkamenn. Og þess vegna finnst mér þessi stytta, hún ætti að vera út á Granda og þar ætti að vera að horfa móti vestri, móti óveðursbakka sem nálgaðist. Þeir eru svona skyggnast til veður, sko. Þetta er meira eins og þessi að horfa á Esjuna? Það er meira eins og að horfa á Esjuna, sko. Og ég hugsa að þeir hafi aldrei staðið hérna einhverju sjómenn til þess að horfa á Esjuna. Þeir höfðu annað að gera það. En hér átti að vera náttúrulega myndastytta eða stytta af verkamanni, af hafnaverkamanni, Dagsbrúnarkalli. Dagsbrúnarköllum, eins og þið voru kallaðir alltaf í gamla daga, Dagsbrúnarkallar. Það hefði svona verið raunsæfa. Já, með pottlokið.